Þetta svona mismunandi form á þessu hjá okkur í dag. Sumir koma með afkvæmi, sumir koma bara með hestana sjálfa og sumir kannski bara með afkvæmi. En hér er kominn myndarlegur hópur undan Stæl frá Miðgoti. Og hér eru afkvæmin öll komin í hús. Og fyrst það brún tross hér, undan dagrenningu frá sama stað. Síðan kemur grár hestur, silfurgráni frá Miðgoti, undan Oktu frá Miðgoti, setina Söru Nílsen, Dúna frá Miðgoti, brúnalið, undan Drottningu frá sama stað, Knappi, þar Þorvaldur Þorvaldsson. Síðan það Ás frá Káragerði, það sá rauði, hann undan Heru frá Kópavogi, setina Steinunni Arnbjarnardóttur. Jafnskjótti hesturinn Spói frá Hólstaðarhendi, Snill frá Hólstaðarhendi og þar Knappi Eiður Kristinsson. Og síðan það Jöfn Frissa aftast og Úa frá Vestra Fíkholti, undan henni frægu Emanótt frá Vestra Fíkholti og setin af Guðmundi Björgvinsinni. Og ég ætla bara að leyfa ykkur aðeins að njóta þessa skemmtilega afkvæmahóps og þetta sem þetta afkvæmi Stæls frá Miðgoti. Hann með 8,16 fyrir sköpulag og 8,05 fyrir hæfileika, þar af 8,09 í aðleikum. Hann með 8,5 fyrir tölt og brokk og 9 fyrir klegur dæmi. Glæsilegur hestur sá skjótti. Dúna, brúnarissan, hún með 75 fyrir sköpulag og 8,1 í aðleikum. Þar af meðal annars 9,0 fyrir tölt og 8,5 fyrir brokk. Það eru glæsilegur hérna undan honum Stæl frá Miðgoti. Ég held að sé í lagi að klappa fyrir þeim. Gaman að fá svona hóp. Hann 14 metra gamall og Eyjur frá Kirkjubæ. Eigandi hans Ólafur Þórisson í Miðgoti og hann sagt að hann gefur auðvelt grip í tamningu. Og í skránni segir afkvæmi Stæls að þau séu auðvelt og geðgóð og brokka flest í byrjun en með lausan og hreinan gátt. Það góður fótaflugur, mikið og mikið rými sem einkennir þau, sterkleg og þau bera sig vel. Stæll sterkur á að gefa frábært tölt og brokk og frábært geðsla segir hér, kraftmikil og mikið hross með mikla útgeislun og Stæll gefur frábær reiðhross og keppnisross. Og það hérna að sjá hann kláði sjálfur sig í fínu standi, 14 metra gamall. Sjáum við nú hérna, hann Stæl sjálfan frá Miðgoti. Við gefa honum svolítið gott það.
fallegur og fjölbreyttur hópur. Fallegra hrossa og við skulum gefa þeim mjög gott klapp. Og enn og aftur, þið finnir allar upplýsingar stæl á blaðsíðu 29. Þeir sem hafa á að aftur þennan dópahest geta fundið upplýsingar þar á samband við Óla Þórisson. Og hér fara þau afkvæmin. Það eru Dögun, Silfurgráni, Dúna, Ás, Spói og Úa. Og svo er þetta höfðinginn sjálfur.